Eldgos hafið í Grímsvötnum en gosvirkni hófst strax klukkan 5:30. Mökkurinn úr eldgosinu í Grímsvötnum varð fljótt mjög mikill og gríðarlegt öskufall á suðaustanverðu landinu. Gosstrókurinn náði 20 km hæð fyrsta kvöldið en lækkaði niður í 10 til 15 km á sunnudaginn. Sunnudagurinn byrjaði snemma hjá sauðfjárbændum í Skaftárhreppi. Mikilvægasta verk dagsins var að bjarga fé í hús undan öskufallinu sem jókst sífellt. Á Hungubökkum á Síðu þurfti að taka inn 800 fjár. Þann 14. apríl árið 2010 hófst eldgos í Eyjafjallajökli. Gosið hafði mikil áhrif og vakti heimsathygli. Askan barst til Evrópu og truflaði flugsamgöngur víða. Gosið stóð í 40 daga og gerði fólki erfitt fyrir. Askan lagðist yfir bæina undir Eyjafjöllum og allt austur í Álftaveri í Skaftárhreppi. Aðeins ári eftir gosið í Eyjafjallajökli, þann 21. maí 2011, varð annað eldgos og þá í Grímsvötnum. Talið að hafi verið að ræða stærsta eldgos sem þar hefur orðið í heila öld og stóð það yfir í 7 daga. Sverrir Gíslason, bóndi á Kirkjubæjarklaustri, var í miðjum sauðburði þegar gosið skall á. Ég vissi að því að Grímsvötn voru að byrja að gjósa og hvort að þetta gera einhverjar ráðstafanir og þá varð ég nú að hugsa tilbaka og rifja upp því að ég var nú eiginlega búinn að gleyma hinu Grímsvatnagosinu. Það hafði nú ekki gert meiri skandal en það, þannig að ég hafði svo sem engar áhyggjur af þessu Grímsvatnagosi, en það átti nú eftir að vera þannig að það svona gerði mannin og hálfgerðan óleik svona sérstaklega því að það var nú sauðburður í gangi. Í Grímsvatnagosinu voru það hinar sveitirnar í Skaftárhreppi sem fengu öskuna. Fljótshverfi, Síðan, Landbrotið og Meðallandið, en Álftaverið og Skaftártungan sluppu betur. Magn ösku var gríðarlegt, 10-falt meira heldur en í Grímsvatnagosinu 2004 og aðeins meira heldur en í Eyjafjallajökli árið áður. Þetta lífsreynsla sem ég eiginlega vil ekkert óska neinum að þurfa að lenda í, en ég hef ekki viljað tapa henni. Vegna þess að þá setur maður sig mikið betur í spor þeirra sem að gengnir eru í gegnum hvað þeir þurftu að ganga, þó svo að við getum aldrei gert það vegna þess að fólk hafði ekki neitt til neins. Þeir alltaf myrkur og eins og ég segi, það var eins og stoppaði bara allt. Þetta var óhugulegt. Katla gaus 12. október árið 1918 og var það eitt stærsta Kötlugos síðan land byggðist. Öskumagnið var gríðarlegt og frásagnir herma að askan hafi hulið túngarða í Skaftártungu sem hlaðnir voru í axlahæð. Fólkið sem upplifði gosið talaði myrkur. Jón Steingrímsson föðurafi minna, hann átti heima þá með fjölskyldunni á Rauðabergi í Fljótshverfi og hefur þá verið sennilega 5 ára og hann mundi eftir því einhvern tíma þegar að fólk ætlaði að fara á fætur og þá var kolamyrkur og allir biðu eftir því að það birti en það birti ekki neitt og endaði með því að það var farið að kveikja ljós og gáfa klukkuna og þá átti að vera komið frá bjartan dag. Þá hafði komið öskufall þarna austur yfir þannig að það birti ekki neitt. Og þetta var nú miklu lengra frá heldur en gosinu heldur en eins og Skaftártungan og Síðan heldur bara austast í Fljótshverfi. Jónatan Jónsson sem bjó á Litluheiði sem var mjög nálægt Kötlugosinu. Hann var út í fjárhúsi þegar að myrkrið fellur á, var hann búinn að koma kindunum inn og ætlaði inn í bæ sem voru eitthvað svona 200-300 metrar. Og hann tók náttúrulega stefnuna eins og hann vissi nákvæmlega hvar íbúðarhúsið væri. En svo bara allt í einu var hann komin að garði á túninu sem hann þekkti sig á einhverjum staurum og var þar honum til hafs, annars hefði hann aldrei til bæjar komist. Upplifun mín af Grímsvatnagosinu var svo
að ég fór að skilja sögur eldra fólksins í Mýrdal miklu betur vegna þess að ég hélt alltaf að dimman sem við töluðum og allt þetta væri vegna þess að það var ekki til ljós, það var ekki rafmagn. Og það var þetta ennþá meira 1918 því ekki voru nú til dæmis götuljósin og til ljós, það var bara myrkur. Ég get sagt ykkur eina sem að faðir minn sagði mér, hann Bjarni Bjarnason frá Hörsdal, hann var fæddur 1902, þannig hann var 16 ára þegar að Katla gaus. Hann var upp á Hörsdalsheiði að náðu kynntur með föðurbróður sínum, Jóni Bjarnasyni. Semst hann sagði okkur ekki margar sögur, hann sagði okkur aðalega þetta að hann lýsti þessu sem bara myrkur, það kom bara myrkur yfir. Og þeir urðu að fara eftir kindagötinu, nota hendurnar til þess að þreifa sig áfram eftir kindagötunum heim. Það væri hálfgerð vanvirðing við náttúruna að halda að eldfjöll sem brjóta sér leið gegnum jökla og myrkva heilu landsvæðin með ösku sinni ætli ekki að láta sköpunarverk sitt sjást. Það var meira en kolsvart myrkrið sem fólk óttaðist á meðan þessum náttúruhamförum stóð. Fólki leið illa þessa daga sem gosið var. Eldri menn líktu því þannig að það væri eins og það væri verið að berja saman fjöllunum. Það var svo mikið læti í eldingum og skruggum þessa nætur þarna eftir meðan gosið stóð. Lárus Siggeirsson vann í nokkur ár á jarðýtu á Kirkjubæjarklaustri. Í júní árið 1955 var hann fenginn til að koma með ýtuna til Víkur þar sem verið var að leggja veg upp á Reynisfjall. Hann var að vinna að vegargerðinni þegar að Brandur Stefánsson verkstjóri kom til hans og stöðvaði vinnuna. Og stoppar okkur svo og segir að það sé eitthvað óvanlega mikið vatn að sjá Strýmúlakvísl og við skulum bara hætta þessu núna og koma austur úr og sjá hvað gangi á þarna austur frá. Lárus fer því ásamt Brandi Stefánsssyni verkstjóra og Guðjóni Þorsteinsyni ýtumanni í átt að Múlakvísl. Og þegar við komum upp á svokallað Búðarskarð sem var brekka þannig í höfðabrekkuðinni að þá var stutt fram á brúnina. Við fórum út úr bílnum og fram á brúnina og þá blasir við þar einn flaumur í jökulvatn allan sandinn. Ummerkin feiknalega kraft náttúruaflanna hér á Skeiðarársandi blasa við sjónum á degi sem þessum. Annars vegar viðurstyggð eyðileggingarinnar, brúarstöplar sem standa einir eftir að brúnni hefur verið svipt af, en sömuleiðis stórkostleg listaverk sem náttúran sífellt að skapa hérna. Alltaf 2000 tonna jakar óðu fram á sínum tíma til þess að skapa þetta stórkostlega gallerí Skeiðarársand. Og listaverk ísins þau stærri og fleiri og alltaf að breytast í vetrarins sýningarsal. Kötlugos eiga sér langa sögu og talið að eitt stærsta gosið hafi verið í Eldgjá 934. Fyrir þann tíma var Mýrdalssandur skógi vaxinn og var þar allmikil byggð. Það má því segja að Mýrdalssandur sé sköpunarverk Kötlu, þar sem gosin ullu jökulhlaupum sem ruddu frá allri byggð. Það því nokkuð ljóst að ef einhver hefði verið staddur á Mýrdalssandi þegar að Katla gaus árið 1918, hefði viðkomandi hlotið sömu örlög. Faðir Lárusar var að smala þegar Katla gaus og samkvæmt áætlun átti hann að vera staddur með fé á Mýrdalssandi. Það var búið að smala hérna og féð var í réttinni og átti að vera komið út á sand en það hafði komið skilaboð úr Vík. Afi minn var þar sláturstjóri og hann hafði sendt skilaboð að það vantaði tunnur og salt og þess vegna væri stöðvuð sláturinn þangað til hægt væri að landa þessum örum. Þessi mikla tilviljun réði því að faðir Lárusar og þeir sem með honum voru héldu ekki út á Mýrdalssand með féð og kom í veg fyrir að þeir yrðu fyrir jökulhlaupinu. Ég væri nú ekki hér til frásagnar ef að ekki hefði vantað þessar tunnur og eða salt. Það mátti að vera líklega 200-400 kindarekstur á miðjum sandinum þegar gosið kom eða hlaupið kom fram sandinn. Og það mjög hæpið að það hefði bjargast því það það langt til þeirra staða þar sem þeir hefðu getað að bjarga sér í næga hæð. Önnur þekkt saga af Jóni Árnasyni sem var að flytja þegar gosið skall á.
Hann var á leiðinu upp sand með fullklyfjaðan hest og nam staðar við Laufskálavörðu eins og venja var. Það þótti góður staður til að stoppa og hvílast þegar menn voru á þessari leið. Svo fer hesturinn eitthvað að rása og hann rásar upp í skerið. Og Jón var nú hálfa bölva klárnum fyrir þetta, en svo fer hann að verða var við einhvern nið og sér að smalarnir eru komnir á þeysi reið og það eitthvað. Og hann sér það fljótlega að þarna muni vera að koma Kötluhlaup, svo hann rýkur til og steypir ofan að klárnum, klyfjónum og þeysir á eftir smölunum og nær þeim og komst austur í Skjálfandabæjarhraun með þeim. Jón þurfti að bregðast hratt við og losa klyfjarnar á klárnum. Hann þurfti að skilja aleigu sína eftir við Laufskálavörðu og treysta á þarfasta þjóninn til að koma sér undan Kötluhlaupinu. Þegar fært var orðið að nýju sandinn, fór Jón að Laufskálavörðu að vitja klyfjarnar. Og þegar hann kom þangað, þá var annað klyfið bara eftir, hitt hafði flotið í burtu og það átti hann því að þakka hann hafði þú annað klyfið að klárinn hafði rásað upp í skerið, annars hefði bæði klyfið með flotið burtu. Svo hann sá nú hálfpartinn eftir að vera að bölva klárnum. Þessar frásagnir fólks sem hafa varðveist í gegnum tíðina, mann fram að manni, eru mikill fjársjóður. Þrátt fyrir allar þessar ógurlegu náttúruhamfarir virðist fólkið sem lifir á þessu landsvæði alltaf sjá ljósið í myrkrinu. Hugarfar íbúa á svæðinu hefur einkennst af tengslum og virðingu fyrir náttúrunni. Það getur reynst erfitt fyrir utanaðkomandi að skilja það, en fyrir þeim er þetta bara venjulegt og eins og þetta hefur alltaf verið. Þetta er bara hluti af lífinu. Ertu hræddur við Kötlu? Já, ef ég væri staddur á Mýrdalssandi þá yrði ég nú sennilega skíthræddur. En ég held nú kannski að svona þeir sem eru staddir utan flóðsvæðisins, vatnsflóðsvæðisins, að þeir þurfi kannski, eða það væri einstök óhefni ef að þeir þyrftu að svona óttast líf sitt ef þeir gera hlutina skynsamlega. Ég held við höfum séð það þegar Grímsvötn gusu að þá fengur við heilmikla ösku yfir okkur og þetta er ekki gott meðan að á því stendur en svona ég held nú að það sé kannski ekki þannig að menn þurfa óttast líf sitt. Ertu hrædd við Kötlu? Nei.